Komið sæl og blessuð. Hér eru skilaboð að koma sem ég veit ekki alveg eru fyrir hvern eru. Það verður bara að koma í ljós. Ég opnaði bara og ætla að leyfa þessu að flæða og svo sjáum við hvað verður. En það er verið að láta vita af skilaboðum sem er að koma til ykkar, hvort sem það er þetta sem þið eru að hlusta á núna eða eitthvað annað sem kemur í formi bréfs eða símtals. Það getur líka verið að þið fáið skilaboð í gegnum ákveðna manneskju sem þið hittið. En þetta er hjálp til að rata út úr einhvers konar ógöngum eða stöðu sem þið eruð í eða ég eftir að finna ykkur í, þar sem að ykkur líður eins og þið séuð í völundarhúsi eða á leiðinni í gegnum einhvers konar ógöngur þar sem að er erfitt að rata í gegnum. Þið fáið staðfestingu hérna, jákvæða staðfestingu. Það er að segja svarið er já við einhverju sem þið hafi verið að velta fyrir ykkur. Mér finnst þetta tengast einhverju leið sem að þið eru að velja. Og eins og þá sjáu þið ekki alla leiðina. Þið sjáu bara part eða byrjunina af einhvers konar slóða eða vegi. En þið finnið hjá okkur sterka þörf að fylgja þessum vegi. Og þetta er eiginlega bara spurning að sýna hugrekki og taka af skarið með þetta. Skilaboðin varðandi þetta sem þið fáið eru mjög sterk og mjög afgerandi og það er verið að benda ykkur á að taka mark á þeim. Það sjálfsögðu hafið þið alltaf frjálst val og ekkert af því sem þið veljið að gera eða ekki gera eru mistök, heldur bara önnur leið þá til að læra sömu lexíu bara á annan hátt. Bara eins og allt sem að við tökumst á við í lífinu. Jáið hérna er stórt og áberandi. Þannig að þið með ekki efast það eina sekundu að þetta er eitthvað jákvætt sem að bíður ykkar. Hjá mörgum er þetta varðandi húsnæðismál og einhverjir ykkar búa í húsnæði sem er hreint og beint heilsuspillandi en eruð að halda í vonina að geta verið þar áfram út af einhvers konar misskilinni vil ég segja, tryggð annaðhvort við fjölskylduna ykkar eða bara svona það sem við köllum kannski átthagafjötra að vissu leyti að ykkur finnst þið vera bundin þessum staði eða þessu húsnæði og það að fara þaðan er eins og að þurfa að rífa ykkur upp með rótum og svo tilhugsun hún skelfir ykkur. Fyrir ykkur sem að finnið hjálp í trúnni eða einhvers konar trúarsamfélagi þá sé ég að þið muni leita þangað mörg hver. En því miður eru margir sem að munu þurfa samt sem áður að gangi gegnum mikla erfiðleika áður en að þessi
trú eða von skilar ykkur einhverju. Það er mjög sterkt verkefni sem að hér ræðir, ég kalla þetta verkefni í staðinn fyrir vandamál, því að þetta er verkefni sem þið þurfið að takast á við til að ná ákveðnum þroska eða ákveðni reynslu, skulum við segja. Þetta húsnæði sem ég talaði sem að mörgu leyti er heilsuspillandi. Ég skal ekki segja fyrir hvaða sakir, bara það að það hefur ekki góð áhrif á heilsuna ykkar, hvorki andlega né líkamlega. Þið gætu líka hafa lent í einhvers konar tjóni eða einhver ógæfa hefur skollið á sem hefur valdið núverandi stöðu. Ég fæ hér inn mann sem finnst erfitt að yfirgefa núverandi stöðu vegna tengsla sinna við þá sem eru farnir. Það er að segja, kirkjugarður kemur hér sterkt inn og það er eins og hann eigi erfitt með að slíta sig frá þeim sem voru honum kærir, sem enn liggja í kirkjugarðinum á þessum stað. Ég sé ýmislegt varðandi þetta húsnæði og það er ekki að sama fyrir hvert og eitt ykkar sem eru að hlusta. Það er ólykt sem kemur hér upp á einum stað og mikil hræðsla fyrir einhvern annan og aðallega tengist þessi hræðsla finnst mér nóttinni, það er að segja þegar að þið eruð í fasta svefni að þá er eins og undir niðri sé óttinn alltumlykjandi sem að truflar, hefur slæm áhrif á svefnin ykkar og eiginlega bara taugakerfið allt í heild. Ég þarf að segja við ykkur að endilega leitið aðstoðar þar sem að hana er að finna. Þetta mun taka enda og það mun jákvæð þróun eiga sér stað. En það eru erfiðir tímar framundan sem að gætu tekið bara heilmikið á. Ég verð eiginlega bara að segja það sem hefur verið að þrýsta á fyrir mig eða við mig að koma frá mér. Haldið fyrst og fremst tryggð og trausti við ykkur sjálf. Ekki við dauða hluti, ekki við húsnæði eða staðhætti, heldur við ykkur sjálf, ykkar líf og heilsu og þá kannski ykkar nánustu í leiðinni. Setjið sjálf ykkur í forgang og ef það ógnar heilsunni ykkar að búa við núverandi aðstæður, þá ætti það í raun og veru ekki að velkjast neitt mikið fyrir ykkur. Að stórum hluta er þetta leið almættisins til að ýta ykkur úr sporunum og koma ykkur yfir á nýjar brautir, skulum við segja. Þetta verður alls ekki auðvelt. En eins og ég sagði, það eru góðir tímar þrátt fyrir það framundan þegar þessu lýkur. Hvað ber framtíðin í skauti sér varðandi þetta? Hún ber í skauti sér miklar breytingar og stórt stökk. Það er ekki auðvelt fyrir okkur að taka stór stökk í lífinu eða gangi gegnum stórar og mikla breytingar. Og trúi mér, ég hef fulla samúð með ykkur varðandi það, en skilaboðin frá almættinu eru skýr og frá ykkar leiðbeinendum að þetta er það sem koma skal í ykkar lífi.
Að treysta og trúa því að almætti muni vera með ykkur og grípa ykkur. Og að taka þetta stökk út í óvissuna, ég get orðið það svo, af einlægni og trú á það að hlutir verði betri. Almætti biður ykkur að treysta á að það verði séð fyrir ykkur varðandi fjárhagsleg mál og einnig varðandi öryggið ykkar. Það skiptir auðvitað mörg ykkar höfuðmáli að vera örugg. Ég held að skipti okkur öll máli. Það eru skilaboð hér að þið ættu að treysta því að þörfum ykkar verður mætt og þið munu fá aðstoð við það sem þarf. Önnur skilaboð hér til einhverja ykkar. Þessar aðstæður sem í gangi í lífi ykkar núna, það að segja að þurfa að flytjast búferlum. Þær eru nátengdar við ykkar andlegu stöðu, andlegu hæfileika og það að treysta svona eins og ég var að tala á framtíðina, taka þetta stökk. Þetta mun gefa ykkur forskot varðandi andlega getu, andlega hæfileika. Þetta mun opna ákveðnar brautir sem áður kannski voru lokaðar eða aðeins opnar að hluta til. Ef einhver ykkar hafi verið að þróa andlega hæfileika eða reynt og beint að nota þá til að vinna með, þá eru vísbendingar hér að það muni verða mikla breytingar þar og hæfileikar ykkar munu eflast og styrkjast. Það er sérstaklega verið að koma þessum skilaboðum hér til tveggja kvenna sem gætu verið mæðgur eða systur sem hafa verið að vinna þétt saman allavega af og til. Og það verða mikla breytingar hjá þeim varðandi þessar gjafir sem að þær hafa. Og þær eru eftir að hjálpa mikið á fólki með sínum andlegu gjöfum, andlegu hæfileikum. Þetta er allt saman partur af þessu ferli. Og þetta eru umbrota tímar fyrir þá sem þessi skilaboð eiga við Þetta eru umbrota tímar. Það er komið að þessum stað í ykkar lífi að þessar breytingar þurfa að eiga sér stað. Það er stærri mynd á bakvið sem að þið ef til vill sjáið ekki endilega í stöðunni í dag, en þið munu sjá það seinna og þið munu skilja seinna hvers vegna þetta þurfti að gerast. Og þá munið þið öðlast meiri skilning á hvaða gjöf er verið að færa ykkur með þessum umbrotum, með þessum breytingum. Það sem þið þráið eða viljið að verði að veruleika er handan við hornið, innan seilingar skulum við segja, og enn og aftur verið að minna ykkur á að hafa trú að allt sé, og það sé verið að vinna alla hluti í ykkar jákvæðu þágu. Þið ykkar sem eigið son, tengdason eða dreng sem stendur ykkur nærri, það er verið að fylgjast sérstaklega vel með honum og hans stöðu, hvort sem hann er að glíma við veikindi eða erfiðar aðstæður.
Það er verið að tala um það að staða hans á eftir að batna til muna og þið ykkar sem takið þetta til ykkar, þið vitið hvað er að ræða og ég ætla ekki að fara nánar út í þá sálma hér. Staðfestingar á því sem ykkur hefur grunað eða dreymt koma hér inn og líka verið að benda ykkur á að nota jákvæðar staðhæfingar til að gera breytingar í ykkar lífi. Það er að segja að orð hafa uppbyggjandi áhrif og geta líka haft niðurbrjótandi áhrif, þannig að það sem þið segið ykkur sjálf og framtíðina gæti orðið ykkur til gæfu nú eða til falls. Það er að segja að horfa jákvæðum augum á hlutina, trúa því að allt fari vel og að tala á þann veg við aðra og við sjálfa sig líka, því að undir meðvitundin og orkukerfið okkar allt pikkar upp víbrasjónir af því sem sagt er og því sem er verið að tala um. Þess vegna skiptir máli að hafa trú og vera jákvæður, því að með neikvæðu tali og með áhyggjutali er ekkert unnið og enginn sem að í raun og veru græðir neitt á því. Ok, þá ætla ég að stoppa hér að sinni. Ljós og kærleikur til ykkar.